Þarna kom þetta. Velkomin á samkomu. Við vorum ekki með samkomu síðustu helgi og við erum öll að deyja okkur. Við þurfum svo að komast á okkar samkomu, það ekki? Við ætlum að syngja saman hér í dag. Við ætlum að lofa Guð hér í dag. Má ég heyra amen? Já, við ætlum að heyra orð Guðs líka og við ætlum að fara endurbætt héðan út. Svo er Lára okkar að elda stórkostlegan mat sem verður í lok samkomu. Semst að þetta er ein með öllu. Við ætlum að byrja á því að rísa á fætur og syngja saman. Amen. Takk, Jesus. Allir klappa saman. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountain. I'll praise when I'm sure. I praise when I'm down. I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drown in. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Varðveit hjarta þitt framar öll öðru því að þar eru uppsprettur lífsins. Við verum að passa það sem Guð hefur gefið okkur í hjarta okkar. Við verum að passa upp á hvað við setjum þar inn af því að það sem hérna er kemur lífið. Þetta er það sem að skiptir máli og þess vegna þurfum við að fara í orð Guðs, þess vegna þurfum við að leita Guðs, þess vegna þurfum við að biðja, þess vegna þurfum við að vera í honum alla daga alltaf af því að hann verndar og gefur okkur þetta holdlega hjarta. Halleluja. Er þið ekki sammála mér? Halleluja. Höldum áfram að lofa hann. I praise when I feel it. I praise when I don't. Takk Jesus. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Halleluja, við lofum þig Jesus, halleluja. Við gefum þér dýrðina drottinn Jesus. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my
Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Halleluja. Takk Jesus, við lofum þig og við gefum þig dyrðin í dag. Helgist þitt nafn drottinn. Takk Jesus, við lofum þig og við gefum þig dyrðina því að þú ert yfir öllu. Halleluja. Our God is great and glorious. We put our trust in your name, Jesus. Able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus. Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Oh, hallelujah, God, He reigns. Takk Jesus, við lofum þig. Halleluja. Takk Jesus. Lyftu þér upp drottinn. Þú átt heiðurinn í skili drottinn Jesus. Halleluja. Our God is mighty and marvelous. We put our trust in your name, Jesus. Nothing to fear and you're here with us, Jesus. We put our hope in your name, Jesus. Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Oh, hallelujah, our God, He reigns. Our God is in control, steadfast, unmovable. Nothing's impossible, 'cause our God, He reigns forever. Our God is in control, steadfast, unmovable. Nothing's impossible, 'cause our God, He reigns. Hallelujah, our God, He reigns.
lofum þig og gefum þig dýrðina í dag, dróttir Jesús. Við upphefjum nafn þitt, halleluja, sem öllum nöfnum hærra bæði himna og jörðu. Don't forget the wonder of how you brought deliverance, the exodus of my heart. 'Cause you found me, you freed me, held back the waters for my release. Oh Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Tack Jesus. The cloud by day, a sign that you are with me. The fire by night, a guiding light to my feet. You found me, you freed me, held back the waters from my release. Oh Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. You stepped into my kitchen, you took me by the hand, you marched me out in freedom into the promised land. Now I will not forget you, I'll sing of all you've done. Death is swallowed up forever by the fury of your love. You stepped into my kitchen, you took me by the hand, you marched me out in freedom into the promised land. Now I will not forget you, I'll sing of all you've done. Death is swallowed up forever by the fury of your love. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Woo!
stepped into my region. You took me by the hand. You marched me out in freedom into the promised land. Now I will not forget you. I'll sing of all you've done. Death is swallowed up forever by the fury of your love. Heilaga, heilaga, heilaga nafni drottins. Við lofum þig, halleluja. Við lofum þig, drottin og Jésu. Þú ert höfðingi okkar, drottin Jésús. Við gefum þig dýrðina. Lofum Guð saman. We approach the presence of God with a humble, confident heart. Where we're standing now is your holy ground. We approach the presence of God, filled with wonder of who you are in this holy place. God, we seek your face in this holy place, where forever changes, all glory forever be unto your name. Each breath that we take was made to proclaim forever Yahweh. To God in the highest, unraveling fame, all honor and praise, all power and strength, forever Yahweh. We approach the presence of God, where you are, your people respond now with shouts of praise, all for your great name. God, we're full of faith, all for your great name. All glory forever be unto your name. Each breath that we take was made to proclaim forever Yahweh. To God in the highest, unraveling fame, all honor and strength, all power and strength, forever Yahweh. Takk Jesús, við lofum þig. Heilagur ertu. You are worthy to be praised, be exalted in this place. Yahweh, Yahweh, great I am. Lyftum höndum okkar og lofum hann. All-consuming, holy flame, you're the fire that won't be tamed. Yahweh, Yahweh, great I am. You are worthy to be praised, to be exalted in this place. Yahweh, Yahweh, great I
Við lofum þig, Drottinn og frelsar okkar. Já, gefum Guði gott klapp í dag, halleluja. Takk, Jesús, halleluja. Takk, Jesús, heilagur ertu, Drottinn. Takk, Jesús. Blessi þig, Drottinn. Lofgjörðin var bara svo frábær. Það voru allir búin að tapa sér. Það vissi enginn hvaðan á sem stóð veðrið. En hugsið ykkur, við lásum í biblíulesturum okkar í morgun, Sálmur 93. Og það endar á þessari setningu, það segir, heilagleiki hæfir húsi Drottins. Og stundum þegar við hugsum heilagleika, þá byrjum við fyrst að hugsa hvað má kristinn maður ekki gera? Jú, það hluti af heilagleika, en það bara ekki all sagan. Við skulum kíkja aðeins á þetta. Af því að þetta talaði svolítið til mín í morgun. Og það kemur síðan mjög skýrt fram í 1. Korinþerbréfi 5. kafla sem við lásum í morgun. Og þar var söfnuðurinn farinn að líta fram hjá einhverju sem var að eyðileggja fólk. Og það ekki kærleikur. Og við þurfum að passa okkur svona á þessum tveimur skurðum. Kærleikur sem hefur mist heilaleikan verður bara undanlátssemi. Þú verður bara meðvirkur í öllu sem þú gerir. Við þurfum að kalla það kærleika og horfum hjá því sem í raun og veru að eyðileggja fólk. Því að synd eyðileggur fólk. Hinskurinn jafn raunverulegur, heilaleiki sem hefur mist kærleikan. Hann verður bara hörku. Vertu betri og allt þetta. Og af því að þú veist ekki að þið, þú ert komin aftur á hamsturshjólið. Gerðu meira. Stattu þig betur, reyndu meira. Eins og við þurfum einhvern veginn að vinna okkur inn það sem náðin hefur þegar gefið okkur. Heilagleiki ekki verðið sem að ég greiði fyrir að tilheyra Guði. Heilagleiki það sem hæfir þeim sem þegar tilheyrir Guði. Svo lásum við í morgun í Krónikubók 28. og 9. kafla og þá sem fannst mér svo ritningi var að sýna mér hvernig þetta lítur út. Davíð segir við Salómon: og þú, Salómon, sonur minn, lærir að þekkja Guð föður þíns og þjóna honum af öllu hjarta með fúsu geði. Takið eftir röðinni. Hann byrjar ekki á gefðu. Hann byrjar ekki á byggðu musterið. Hann byrjar á lærðu að þekkja Guð. Og það reyndar rímar við orðskviðina 9. kafla, svo við tökum orðskviðina með af því að það 9. í dag. Ótti Drottins upp af viskunnar og að þekkja hinn heilaga eru hyggindi. Og þegar hann segir þetta, að þjóna hann á öllu hjarta og með fúsu geði. Þetta uppsprettan. Síðan kemur 29. kaflinn og Davíð gefur sjálfur, höfðingjarnir og leiðtogarnir, allir að gefa, fólkið gefur. Og svo segir í 29:9, þá gladdist líðurinn yfir örlæti þeirra því að þeir höfðu af heilum hug fært Drottni sjálfvilja gjafir. Af heilum hug sjálfviljulega. Og hvað gerist? Þeir glöddust. Þetta ekki hamsturshjól. Þetta engin pressa. Þetta ekki einhver bara viðskipti við Guð. Þetta hjarta sem þekkir Guð og fær þess vegna að gefa frjálst. Og svo biður Davíð. Og það eins og, hann segir næstu bara undrandi. Hann segir, því að hvað ég? Og hvað líður minn? Að við skulum vera færir að gefa svo mikið sjálfviljulega. Nei, frá þér allt. Frá þér allt og af þínu höfum við fært þér gjöf. Þetta alveg stórkostlegt. Og Davíð raun og veru að segja, hvernig stendur á því að við fáum bara yfirleitt að gefa þér Guð?
Það sem þeir leggja fram fyrir Guð hafði fyrst komið úr hendi Guðs. Og þarna finnst mér Páll syngja nákvæmlega sama lagið í Nýja testamentinu þegar hann kennir söfnuðinum í Kóröntu gjöf og þá segir hann: sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund, ekki með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Er það gleðin fjallar hún þetta? Ég átta með því, það er allt frá Guði. Það er allt frá honum. Og það er þetta, þú sér það að segja þetta aftur, það er hjartað, ekki nauðung, ekki pressa, það er gleði. Og það er vegna þess að uppsprettan, hún hefur aldrei breyst. Ég gef ekki Guði til þess að fá hann til að gefa mér, af því að hann gaf mér allt fyrst. Ég gef ekki til þess að kaupa blessun, ég gef vegna þess að ég hef þegar fengið að kynnast gjafaranum. Og kannski er það einmitt svona sem heilagleiki lítur út í gjöfinni. Heilagleiki segir ekki aðeins nei við því sem eyðileggur fólk. Hann segir já við Guði af heilu hjarta með fúsu geði og opnum höndum. Þannig að þegar við gefum í dag skulum við ekki gera það bara svona vélrænt. Við skulum hugsa þetta að við fáum að gefa aftur til Guðs og við erum að styrkja starfi á Filippseyjum, kirkjur þar. Við erum að styrkja hér á Íslandi og við erum að taka þátt í verki Guðs. En þetta var frábær lesning í morgun sem að smyglaði sér inn í samskotsræðuna í dag. Amen. Faður, við bara þökkum fyrir að þú ert að kenna okkur hvernig við lifum heilaglega. Og í gleði, Drottinn, takk fyrir að fá að gefa þér tilbaka. Takk fyrir að fá að taka þátt í því verki sem að þú hefur fyrirbúið. Að við fáum að ganga í því. Í Jesú nafni. Amen. Worship His holy name.
skiptir ekki máli hvað við göngum í gegnum, halleluja. Við getum alltaf lofað hann í gegnum allt. Og þegar við lofum hann í gegnum kringustæður, þá kemur hann með lausn og sigur. Og það er lykillinn það er að lofa Guð í öllum kringustæðum.
þín og miskunn fyrir trúfest þína, Drottinn Jesús. Og ég þakka þér fyrir hver þú ert, Drottinn. Halleluja, amen. Takk Jesús, ég týndi mér algjörlega í lofgjörðinni. Takk Jesús. Og allir líðurinn sagði. Halleluja. Mögnuð lofgjörð hér í dag. Hvernig var að gefa þessum snillingum gott klapp? Amen. Bara þakklátt fyrir þjónustu ykkar, elskurnar. En samkoman heldur áfram og við ætlum að fá, áður en ég predika hér og eftir, þá ætlum ég að fá Gunnar til þess að segja hér nokkur orð. Það er svo langt síðan ég talaði, ég er svo stressaður. Halleluja. Já, talaði ekki bara síðast ég predikaði fyrir 2 vikum. Það er svo skrítið maður sleppi samkomu til að spila fótboltaleik og vikan er bara ónýtt fyrir manni, þetta er alveg hrikalegt, sko. En núna lítur að jarðvegurinn vera nokkuð góðu núna eftir lofgjöruna og jarðvegurinn merkir náttúrulega hjartað og ef að hjartað er réttu stað þá mun orðið fara inn í hjarta okkar og bera 30-faldan, 60-faldan, 100-faldan ávöxt. Og það sem við erum að fara núna er bara það mikilvægasta í trúnni, það er Guðs orð, það breytir lífum. Það er Guðs orð sem breytir lífum. Það er ekki okkar orð, eitthvað mín orð eða mömmu orð, það er Guðs orð sem breytir lífum. En í Smárukirkju þá eru bara með smá reglur, við viljum bara að það sé friður í húsinu, að þeir sem eru að koma nýjir, bara að þeir upplýði sér velkomin í kirkjuna, bara gefum húsið Guðs þá virðingu sem á skili. En ég ætla að fara í skoða skuggamynd á 3 mínútum. Ég talaði fyrir nokkru sunnudöfum akkeri trúarinnar. Hvernig þá voru að tala það, hvernig Guð kallaði Abraham fram. En ég ætla að fara lengra tilbaka. Ég ætla að fara í 1. Mósebók, 3. kafla. Og þið þekki náttúrulega, sennilega þekki flest þess að sögu. Þetta er bara þegar Adam og Eva eru í garðinu með Eden og allt gerist. Adam og Eva eru í garðinum, í aldigarðinu með Eden og Eden því í paradís og þeim er gefið frelsi á þessu stað. Þið með gera hvað sem er, þið með ekki borða af einu tré, skilningstré góðs og ills. En, jú, þau þurftu svo sannarlega að gera það. Og við ætlum aðeins að lesa þessi vers og við ætlum að reyna að horfa á þetta með þeim augum að við ætlum að reyna að finna Jesú þarna. Aftur, þegar þú lest Biblíuna þá ertu að lesa eina sögu. Þetta tengist alltaf einn eða annan hátt. Ok, 1. Mósebók 3:6-7 segir: Þá sá konan að tréð var gott að éta, fagurt að líta, girnilegt til fróðleiks. Hún tók af ávöxti þess og át og gaf einnig manni sínum sem henni var og hann át. Þá lukust upp augu þeirra beggja og þeim var ljóst að þau voru nakin. Þau saumu því sama fíkjur viðarblöð og gerðu sér mitt í skýlur. Hver hefur ekki gert það? Nei. Allt á sunnundum. En, ok, þarna sérðu bara strax. Þarna kemur syndin í heiminn. Vegna óhlýðni mannsins. Þetta er bara mjög, mjög basic. Og hvernig kom syndin í heiminn? Vegna óhlýðni mannsins við að eta af tré sem hann átti ekki að gera. Ok, og hver er skuggamyndin? Jú, með því að þau borðuðu á tré, ákvaði Guð að senda bara Jesú Krist bara aftur upp á tréð og innföldum bara lífið. Förum bara í 1. Pétursbréf 2:24. Hann segir hérna: Hann bar sjálfur syndir okkar á líkama sínum upp á tréð til þess að við skildum deyja frá syndinni og lifa réttlætinu. Fyrir hans benjar þá eru þið heilbrigð. Ég er enda með mjög óvinnsæla skoðun á þessu versi, ég ætla bara að segja ykkur það. Ég horfi ekki á þetta, ég er heilbrigður í anda og sál og líkama. Ég er ekki þar, af því að ég mun deyja úr þessum líkama, bara mjög basic. Þannig ég horfi á þetta, ég er heilbrigður í anda og sál. Þar er ég heilbrigður, en ég er ekki heilbrigður líkamlega. Eru þið sammála með það? Þið eru... Ok. Það er svoleiðis. Jæja, þetta er bara túlkunaratriði. En ég vildi bara koma þessu inn á. En ok, þarna sérðu bara, syndin kom samkvæmt því að maðurinn tók að tré, en Guð bara sagði við bara setjum þetta aftur upp á tré. Við erum bara einfalda lífið.
Syndin ekki lengur í þér, heldur hún komin aftur upp á tréð og Guð segir í Hebreabréfinu 8. kafla, Guð muni aldrei fram að minna syndaðinuna. Hversu flókið þetta? Þetta ekkert flókið, en þetta rosalega dýpt í þessu hjá Pétri. Og lifa líka réttlæti. Það ekki verið að segja að þú megi lifa á hvernig sem af því að núna náðin svo mikil og syndin ekki lengur í heiminum. Nei, það segir lifðu í réttlæti, sem þýðir lifðu rétt í augum Guðs. Það ekki flókið. Það ekki verið að byggja til eitthvað svona kerfi í kringum. Nei, lifðu bara rétt. Það ekki flókið. Lifðu bara rétt. Galatíabréf 3:13 segir Páll svona: Kristur keypti okkur undan bölvulögum með því að taka á sig bölv þess fyrir okkur. Því að ritað bölvaður hver sá sem á tré hangir. Jesú var hengdur á krossinn og taka á sig dóminn þess fyrir okkur. Þetta bölvun merkir nefnilega á grískunni kadara og merkir einfallega að dómurinn hafi farið yfir á Jesú Krist. Hann sem þekkti ekki synd, varð synd okkar vegna, til þess að við erum réttlæti Guðs í honum. Þetta lifandi fagnaðarerindi sem við eigum að boða öllum. Þetta svo dásamlega einfalt að það geta allir skilið þetta. Syndin sem kom í heiminn vegna óhlýðni mannsins, Guð bara einföldum þetta, setjum bara aftur upp á tréð. Það ekki flókið. Svona þetta. Fagnaðarerindi. Herru, takk Jesús fyrir náð þín og miskunn Drottinn, takk fyrir þennan dag. Ég þakka þér Drottinn minn, það sem 2 eða 3 eru samankomnir í þín nafni, það ert mitt á meðal. Þú bar syndin okkar upp á líkama þínum, upp á tréð aftur til þess að myndi deyja frá syndinni. Ég þakka þér Drottinn minn að við erum einfallega þín eign í dag, þá þú sem þú keyptir okkur með blóði þínu, Drottinn minn, útheldi þínu blóði á krossinum á Golgata, Jesús. Fyrir þitt blóð þá erum við réttlæti, þitt í Kristi Jesú. Og við bara biðjum fyrir því þegar mamma talar orð þetta eftir smyrðu varirinn á tungu og gefinu orðamæla, Jesús. Og við leggjum en stund í þína hendur og gefum þér allar dýrið í Jesú nafni. Amen. Takk, Jesús. Ég langar til að biðja ykkur að rísa á fætur. Og mér langar til að biðja ykkur að heilsa ykkurum sem það hafi ekki séð lengi og bara bjóða fólk velkomið í hús Guðs. Amen. Takk, Jesús. Þetta leysast upp hérna í ykkur að vitleysu? Jóhann kominn aftast og hafði stjórn á okkur, gott fólk, hafði stjórn á okkur. Herðu, við skulum bara fá okkur sæti. If you need translation, we have translation in the ear. Hilmar will translate. So if somebody needs something in the ear, it's right over there. Mér langar til að tala í dag efni sem mér huglagt. Guð gaf mér predikun fyrir mörgum árum síðan sem styrkti mig og styrkti svefniðinn mjög mikið þegar vorum að gangi í gegnum mikla erfiðleika. Og titillinn hann gefur nýjan kraft. Og hversu margir hér vita það að Guð hefur lofað í orði sína að gefa okkur nýjan kraft. Finnst ykkur það ekki dásamlegt? Jafnvel þótt þú sért alveg búin á því akkurat í dag að þá Guð trúfastur að gefa okkur nýjan kraft. Og mér langar til að fara í vers sem ég held mikið upp á og rakst á í vikunni. Og ég vil leggja þessa predikun út frá þessum versum og það í Jesaja 40:28. Og við lesum svo: Veistu ekki, hefur þú ekki heyrt, að Drottinn eilífi Guð sem skapaði endimörk jarðar. Hann þreytist ekki, hann lýgist ekki. Viska hans órannsakanleg. Hann veitir kraft hinum þreytta og þróttlausum eykur hann mátt. Og það má sko sannarlega segja amen við því. Ungir menn þreytast og lýja, æskumenn hnjóta og falla. En vinir þeir sem vona á Drottinn,
þeir fá nýjan kraft. Þeir fljúga á vængjum sem ernir. Þeir hlaupa og þeir lýjast ekki. Þeir ganga og þeir þreytast ekki. Og mér langar til þess að kannski að útskýra fyrir okkur í hvernig stöðu fólk Guðs var í á þessum tímapunkti þegar þessi orð voru töluð yfir líðin. Þau voru umkringt á alla enda og kanta. Það var í rauninni ekki ljóspunktur í lífi Ísraelsmanna á þessum tíma, þannig var staðan. Og vinir, þegar við rötum í raunir, að þá stundum þannig að Guð kemur með kannski einhverja manneski í líf okkar. Kannski kemur hann bara hreinlega með orð sitt í líf okkar sem veitir okkur styrk. Og þarna var Jesaja kallaður til þess að færa líf, von í brjóst fólks Guðs. Til þess að benda þeim á að krafturinn felst ekki í eigin styrk eða eigin getu eða það að þú skulle vera þetta klár og geta þetta hitt. Krafturinn þinn kemur frá Drottni, skapara heimins og jarðar. Og ég man að Guð gaf mér predikun örninn fyrir einhverjum 12-14 árum síðan. Kirkjan var í einhvern ósvipuðum aðstæðum og Jerúsalem og Ísraelsmenn á þessum tíma. Svolítið umkringt. Og staðan var bara mjög erfið. Og Guð gaf okkur orð eins og hann gjarnan gerir þegar við erum á erfiðum tímum í líf okkar. Vinni, hann gefur okkur orð til þess að koma okkur í gegnum kringumstæðurnar. Af hverju gerir hann það? Því hann elskar okkur. Hann með þér. Hann í þínu liði. Hann vill að þér vegni vel. Hann vill að þú komist upp úr þessum dimma dal og í rauninni farir út að grænar grundir. Því að þar áttu heima. Og vinnir á þessum tíma að þá var þetta sem vin í eyðimörkinni. Þessi boðskapi sem að Guð fætti hjarta mitt varðandi örninn. Og hvað það mikið sem að við getum lært af örninum við það að lifa lífi sem í gnægð. Og vinnir, við erum kölluð til þess að lifa lífi í gnægð. Og þú getur verið hér í dag og spurt, býtu, hvað þýðir það? Óvinurinn kemur til þess að stela, slátra og eyða. En Guð kemur til þess að þú eignist líf og líf í gnægð. Kalla beigandar hans og bíðana. PJF60. PJF60. Mustang. Ég ekki viss um að sér. Ég ætla bara að segja það, ég vil það að leggja en engastæð og bara fara í enga neðstu, þá verða yfirleikum með gangi hérna. Já. Það kom þetta. Takk, Jesús. Ef hans að standa upp, stöndum hans upp. Þetta tók mig svolítið út á laginu. Ég verð nú bara að segja það alveg eins og er. Ef að lyfta upp höndum og lofa Drottin eins og ernir. Drottin við bara lyftum nafni þínu. Ég þakka fyrir trúfesti náð og miskun. Ég þakka fyrir það, Drottin minn, að þú ert hér í dag. Viltu tala til okkar? Hjálpa okkur til þess að beina hugum okkur og hjarta þér. Því að þú ert höfundur og fullkomnar í trúar okkar. Ég bið Drottin minn Jesús að gefa okkur nýjan kraft hér í dag. Ég bið að gefa okkur nýjan kraft hér í dag. Að við svífum upp á vængjum sem ernir. Í Jesú heila nafni. Amen. Halleluja. Þannig að fyrir 12 árum síðan þá predikaði ég predikun sem hafði gríðarlega áhrif bæði á mitt líf og líf kirkjunar. Varðandi nýjan kraft, von og endurnýjun. Vinir, það nefnilega svo margt sem við getum lært af örninum. Það í 32 skipti sem að Biblían líkir Guði eða hvernig við eigum að vera í Guði við örnin. Þannig að það gríðarlega margt sem að Guð leggur áherslu á og það einhverju eiginleikar sem örnin hefur sem mikilvægur fyrir okkur á göngunum með Guði. Og mér langar að nefna nokkra hluti í því samhengi. Örnin velur sér maka fyrir lífstíð. Örnin hoppar ekki á milli, hann er karakter.
Örninn velur maka og þegar hann velur maka þá gerir hann það fyrir lífstíð. Örninn sérstakur fugl. Örninn býr til hreiður sem gríðarlega hátt. Af hverju gerir hann það? Til þess að gefa ungunum sínum aðra sýn á umhverfið. Og vinir, Guð vill gefa okkur aðra sýn á umhverfið okkar. Má ég heyra amen? Örninn borðar fest á hverjum degi. Örninn nær ekki bráð og geymir hana. Hann setur ekkert í frost, hann geymir ekki neitt. Hann borðar hana ferska. Og vinir, Biblían kennir okkur og orð Guðs mannað sem við að borða á hverjum einasta degi. Örninn hefur þetta. Og vinir, örninn leikur sér við aðra erni. Örninn ekki á meðal kjúklinga. Þú finnur ekki örn á meðal kjúklinga. Örninn flýgur langt fyrir ofan. Og vinir, það segir okkur það að við að finna fólk sem like-minded. Við ekki verið kringum hvaða fólk sem Við ernir. Og ernir haga sér á annan hátt en kjúklingar. Og vinir, ernir, þau elskast í himinloftunum. Sem að þýðir það að við eigum að hafa kærleika sem ekki á jörðu niðri heldur agape kærleika. Sem að þýðir það að við erum ekki bara góð við fólk ef að það gott við okkur. Það þessi fórnandi kærleikur sem að örninn í rauninni mynd af. Og vinir, við sem kristi fólk, við eigum að samnefna okkur erninum. Við eigum ekki að vera eins og kjúklingarnir. Hringi í vin þegar eitthvað kemur upp á til að tala illum náungan. Þá aldrei að heyrast baktal á meðal kristinna manna og kvenna. Aldrei. Vinir, við eigum ekki að hafa okkur eins og kjúklingar, við erum ernir. Má ég heyra amen? Við erum ernir, við hugsum öðruvísi. Við gerum öðruvísi. Við erum með karakter. Af hverju? Því að við tilheyrum drottni Jesú Kristi. Við erum ekki af þessum heimi. Við erum í þessum heimi, en við erum ekki af þessum heimi. Við erum öðruvísi, við erum nýsköpun. Það breytir öllu, vinir. Við erum nýsköpun. Og vinir, örninn, hann hefur rosalega góða sjón. Hann sér í margra kílómetri fjarlægð. Og örninn getur eitthvað sem aðri fuglar geta ekki. Hann getur hort beint í sólina án þess að verða mynd af. Og vinir, við getum líka hort í sólina sem drottinn Jesú Kristur. Við getum hort beint á hann án þess að verða mynd af. Hann gaf okkur rétt til þess að vera Guðs börn. Og við með djörfung að ganga inn fram fyrir hásæti hans. Það bara staðreind. Þannig að örninn og öll einkenni sem örninn hefur eru mikilvæg einkenni sem kristi fólk á að hafa í dag. Við erum ekki að vera eitt í dag og annað á morgun. Við erum að rata beinar brautir. Og það sem örninn gerir, þegar það brjála veður, þá flýr hann ekki í eitthvað skýli. Veitu hvað örninn gerir þegar brjála veður? Hann flýgur yfir storminn. Hann flýgur hærra. Og vinni, hvernig væri það nú að þegar stormar geisa í okkar lífi, í staðin fyrir að láta þetta þrengja okkur nær jörði, að við förum að fljúga hærra. Að við förum að treysta því að Guð að gera eitthvað í okkar lífi og að við sjáum skýrt hvað Guð að gera. Og vinni, mér finnst oft með kristi fólk, við erum of nærsýn. Örninn ekki nærsýn, það óguðlegt að vera nærsýn. Ég bara segja ykkur það. Örninn sér langt. Hann sér alls konar hluti, hann sér langt fram í tíman. Og það eiginleikin sem að Guð vil gefa okkur. Og vinir, þegar við erum með þetta eðli arnarins, sem að Guð vil gefa okkur, að þá erum við öðruvísi en annað fólk. Við göngum öðruvísi í gegnum kringumstæðum, við sjáum öðruvísi hlutina sem við göngum í gegnum. Við lítum ekki á áskorinni sem eitthvað sem að fara að kála okkur. Við lítum á áskorinni eitthvað til þess að hækka okkur. Til þess að við getum flogið hærra. Það áskorinnin. Og við erum leið og þú breytir hugsuninni gagnvart öllum kringumstæðum sem voru í.
þá breytist þú. Þá breytist ég. Og vinir, í staðin fyrir að vera að barma okkur og kvart og kveina, hvernig væri að við förum að lofa Guð í kringumstæðunum og við förum að lyfta upp nafni Jesú og við förum að blessa hann og við förum að fljúga Herra. Því að það er það sem að Guð vil kenna okkur í kringumstæðunum. Og vinir, ég ætla bara að segja þér það, þú ert örn. Þú kannski veist ekki af því, þú ert kannski ekki búin að finna, þið vitið, vængina, takk fyrir Jóhanna. Ég var líka bara, hvað er aftur orðið? Þú er kannski ekki búin að finna vængina. En ég skal lofa því, við mun koma þig til leiðar, að þú finnir þína vængi og þú farir að fljúga. Í Jesú nafni. Halleluja. Örnin verndar ungana sína. Og Guð talar sjálfa sig sem örn, einmitt í orðinu. Og hvað gerði hann við Ísraelsmenn? Hann bar þau eins og örn út úr Egyptalandi. Og ég get alveg sagt ykkur það, ef eitthvað myndi setja mig alveg á hliðina, það væri það ef eitthvað verið að messa við börnum mín. Ég get alveg lofað ykkur því. Þá kemur eðli upp í mér sem er bara ekki mjög kristilegt og ekki mjög fallegt. Og ég ætla ekki að ræða það frekar. En vinir, það er líka eðli sem er Guði gefið. Við eigum ekki að láta hvað sem er bara einhvern veginn henda. Við eigum að vera að varvita hvort annað. Við eigum að varvita börnin okkur í trúnni líka. Við eigum að varvita hvort annað. Við eigum að berjast fyrir hvort öðru. Við eigum að vera til staðar fyrir hvort annað. Má ég heyra með? Takk Jesús. Þannig að það er allir á sama máli. Og vinir, óvinurinn, hann kemst ekki að þér ef að þú ert í mikilli hæð. Og það sem að Guð vil gefa fyrir okkur er að hann vil gefa okkur víðara samhengi á hlutunum sem er að gerast í þínu lífi. Biblían kennir hann vil að við rötum beinar brautir. Hvernig gerir hann það? Það er ekki það að þú hættir að fara í einhverja kringumstæður. Nei, hann breytir hugsuninni gagnvart kringumstæðunum. Það er það sem hann gerir. Þannig að örnin hugsar kringumstæðunar allt öðruvísi en kjúklingurinn. Þannig að það sem að Guð er að gera í kringumstæðunum, hann er ekki endilega að breyta kringumstæðunum, hann er að breyta þér í kringumstæðunum. Hann er að gera það verkum að þú ferð ekki á hliðina við minnsta. Hann vil kenna þér að lifa uppréttu lífi. Þannig að þú sért ekki niðurbrotin í öllum kringumstæðum sem að þú átt að lifa lífi í gnægð. Og mér langar að segja það að þú ert örn. Þú bara veist ekki af því. Og leyfið mér að útskýra. Við skulum fara í orðskviðana 18:10. Og þetta er orð sem að Guð gaf mér fyrir mörgum mánuðum síðan. Og ég hef aldeilis talað þetta yfir lífi mínu. Nafn Drottins er sterkur törn. Þangað hleypur hinn réttlátur og hann er óhultur. Og við vitum á þessum tíma að þegar þau byggðu borgir, þá voru borgir byggðar á háum hæðum oft á tíðum og það voru ramgirtur múr yfirleitt í kringum borgir á þessum tíma. Af hverju? Til þess að taka eftir óvinaher. Ef það væri ykkur ógn, þá gáttu þau farið upp á múran og séð óvinin. Og vinir, turnin var venjulega í miðri borg og turnin var meira sem miklu stærri heldur en vígirðingarnar í kringum borginnar. Og það er verið að lýsa nafni Guðs. Nafn Guðs er nefnilega sterkur turn. Hann fer hátt. Og í þessum sterka turni þá voru menn á vakt til þess að fylgjast með og þeir gátu séð vítt og breitt. Og þau gátu vara líðin við ef ykkur óvinur, ef ykkur hætta, ef eitthvað slíkt var í návist. Og þá letu þeir vita með því að bara blása í lúðra. Þau letu vita að það veri óvinur í nánd. Og vinir, nafn Drottins er sterkur turn. Það sem hann vill að þú gerir er að þú farir inn í turnin, að þú sett meðvitaður, að þú getur hort með víðara samhengi á alla hluti. Turnin er ekki bara eitthvað, turnin er eitthvað mjög hátt og þegar þú ferð inn í turnin þá er það til þess að þú sett meðvitaður, að þú vitir hver þú ert, að þú getur tekið upp rétt og uppbyggilega ákvörðun framtíðina. Og ástæðan fyrir því að ég segi að nærsýni er í rauninu svo slæm.
Það eru margir sem að fara í gegnum kringumstæðuna og þeir fá ákveðna nærsýni. Þú sérð ekkert nema kringumstæðuna sem þú ert að gangi í gegnum. Og þetta kemur oft fyrir fólk til dæmis þegar að gangi í gegnum skilnað. Það bara hugsar ekki annað, þú fær svona þráhyggju hugsanir og þú ert alltaf að hugsa sama hlutin. Og þú ert alltaf bara í einhverjum sömu kringumstæðunum. En Guð vill að þú hugsir ekki þannig. Þess vegna vill hann að þú hlaupir inn í turnin til þess að þú sjáir í víðara samhengi. Hann vill að þú eignist þetta eðli arnarins. Þannig að þegar þú lappar í gegnum kringumstæður að þú hugsir ekki eins og kjúklingarnir. Þú hugsar eins og örn. Og vinir, þegar þú hugsar eins og örn að þá sérðu tækifæri þar sem að aðrir sjá ekki tækifæri. Þú sérðu jafnvel möguleika þar sem eru engir möguleikar. Þú sérðu gæsku Guðs með nýjum hætti. Því að þú veist hver þú ert. Þú sérð að Guð lætur alla hluti samverka til góðs. Og eitt af því magnaðasta við það að vera frelsaður, og ég hef útskýrt það fyrir svo mörgum sem hafa spurt mig. Eitt af því magnaðasta við að vera frelsaður er þetta. Ég trúi því að ég fer ekki gegnum neina kringumstæður nema það sé einhver tilgangur með því. Og stundum er bara tilgangurinn til að þroska mig. Stundum er tilgangurinn til að blessa mig. Stundum er tilgangurinn bara hreinlega til að sníða hluti af lífi mínu. Og Guð hefur oft notað erfiða kringumstæður til að klippa mig. Til að taka hluti sem ekki eiga að vera í lífi mínu. Stundum hefur Guð notað óþægilega kringumstæður til þess að ég er komin upp við vegg og ég verð að taka einhverja nýja ákvörðun. Og vinir, þegar þú hugsar kringumstæðuna þannig, þá lítur öðruvísi á kringumstæður lífsins. Og mér langar að færa þig fréttir í dag. Guð er ekki að reyna að kála þér. Þetta eru góða fréttir, gott fólk. Guð vill að þið vegni vel. Guð vill að þú náir árangri. Og ég trúi því, þó að Gunnar minn trúi því ekki. Ég trúi að Guð vilji gefa þér líkn til anda, sálar og líkama. Ég trúi því. Það er ágreiningur á heimilinu. Þannig að vinir, kringumstæður, það er ekki til slæma kringumstæður. Og fyrir mörgum hljómar þetta mjög einkennilega. Það er bara mín persónulega niðurstaða. Örninn sér rosalega vel. Og örninn sér jafnvel bak við sig. Hann er með svona augun á hlíðinni. Og ég man þegar við vorum lítil, þá virtist mamma vera með augun bak við hérna út allt. Hún virtist alltaf vita þegar vorum að gera eitthvað af okkur. Mamma var örn og er enn. En örnin hefur þessa eiginleika til að sjá hluti sem aðrir sjá ekki. Og vinur, Guð vill opna augu okkar. Hann vill ekki að þú gangir þessa leið eins og allt annað fólk. Hann hefur miklu meira og stærra fyrir þig. Og vinir, þetta er allt hér. Allt sem kemur gegn þér er fyrst og síðast hugur þinn. Það er fyrst og síðast hausinn á þér. Það er hausinn á mér. Og vinur, Guð vill gefa okkur sigur inn í þetta allt saman. Halleluja. Takk, Jesús. Langar hérna að fara í 2. Korinthubréf 4:3. Og talandi að sjá andlega. Því að fagnaðar erindi mitt er hulið. Þá er það hulið þeim einum sem glatast. Því að Guð þessara aldar hefur blindað huga vantrúaðra. Til þess að þeir sjáu ekki ljósi frá fagnaðar erindunum dýr Krist. Hann sem er mynd Guðs. Og vinir, við getum stundum verið kristilegt fólk með nærsinni. Þú getur verið með sýn á ranga hluti í þínu lífi. Og það sem að Guð vill gefa okkur er þetta, í Opinberunni 3:18, ég ræð af þér að þú kaupir af með gull skýrt í eldi til þess að þú verður
auðugur og hvít klæði til þess að þú getur hulið skammarlega nekt þína. Kauftu líka smyrsl í augu þín til þess að þú getur séð. Vini, stundum erum við bara búin að hreinlega missa getuna að fljúga. Og þá gefur Guð okkur smyrsl til þess að smyrja í augun okkar. Og í dag er Guð að gefa smyrsl. Hann er að gefa þér tækifæri til þess að endurmeta hvernig þú sér hlutina. Hann er að gefa þér tækifæri til þess að endurmeta það hvað þú veitir athygli. Því að ég ætla bara að benda á eitt, allt sem að þú veitir athygli, það vex. Og vinir, þú getur verið einn af þeim sem er að bölmótast út í allt og alla og þú er kannski á fulli í þessari nei eða já baráttu sem er þessa, passiði að láta ekki taka hjarta ykkar, varðveittu hjarta þitt. Passaði að vera ekki of starfsýnt á hluti sem þú átt ekki að vera starf á. Guð vill að þú ratir beinabrautir, þú getur haft sannfæringu, þú getur haft þína leið á að gera hlutina og þú getur gert hlutina með þínum hætti, ekkert að því. En leið og þú ert farin að horfa hluti sem einhvers konar vandamál í þínu lífi og þú bara horfir á það bara, þá er það orðið að skurðgotdýrkun í þínu lífi. Og Guð vill að við þjónum honum einum. Má ég heyra með hann? Takk Jesús. Þannig að mér langar til að fara í 5. Mósebók 32. Ég var hér fyrir í vetur að tala þegar Ísraelsmenn fóru út úr Egyptalandi inn í Kanaansland og hvernig Móse gat ekki farið með þau inn í landi sem var fullt af mjólk og hunang. Og síðasta sem Móse gerði áður en þeir stigu inn í landið er að Guð gaf honum fyllt í brjóstans ljóð sem að fór með yfir söfnunum, yfir Ísraelsmönnum og mér langar til þess að fara aðeins með ykkur í þetta ljóð, eða bara lítinn hluta og sýna ykkur hvað hann var að sýna með því. Og það stendur svo í versi 11. Eins og örn sem gæti hreiður síns og svífur yfir ungum sínum, eins þandi hann vængi sína, greip einn þeirra upp og bar burt á vængjum sér. Og hann er að lýsa hvernig Ísraelsmenn, hvernig Guð tekur það út úr Egyptalandi, en þarna standa þeir við bjargbrúnina að fara inn í Kanansland. Og hann líkir því við þegar örn vekur upp hreiður sitt, sem er í rauninni svolítið undarleg samlíking. Örn sem vekur upp hreiður sitt, gerir það með bara frekar óþægilegum hætti. Staðurinn þar sem þú varst vanur að geta hvílt og bara leið í leti, verður allt í einu staður þar sem að þú getur ekki leið í leti lengur. Arnar mamman og Arnar pappin fara að taka það sem að hreiðri var gert úr alls konar hríslum og hann fyrir að taka hríslurnar og hann fyrir að snúa þeim inn á við og hann fyrir að pota í ungan. Og hann gerir það bara með harkalegum hætti. Og allt í einu er unginn, þar sem hann var vanur að geta hvílst og liði vel, að þá er hann allt í einu þvingaður út úr hreiðrinu. Og svo tekur mamman ungan upp og hún setur það á bakið og svo fyrir hann að fljúa lengst upp í loft, alveg lengst, bara 20.000 metra hæð. Og hún er með ungan á bakinu og veitir hvað hún gerir til þess að kenna honum að fljúa? Hún hristir hann á bakinu. Og unginn er þarna í 20.000 feta hæð og hann er bara að falla til jarðar, hratt. Og rétt áður en hann bara drefst, þá kemur Arnar mamman og Arnar pappin og hann flýgur undir ungan og rétt grípur hann áður en hann verður að klessu. Og þetta gerir hann aftur og aftur. Hann gerir þetta aftur og aftur, af hverju? Því að Arnar mamman og Arnar pappin veit að í unganum býr eðli. Eðlið er það að unginn hefur getuna til þess að fljúa. Hún vekur upp hreiður sitt ekki til þess að meiða ungan, heldur til þess að sjá hvað í unganum býr.
Hún ýtir alls konar inn í hreiðrið. Hún setur meira svo stundum glerbrot í hreiðrið til þess að ýta ungunum, til þess að hún fari í það sem hann kallaður til þess að gera. Og Guð notar sömu aðferðir á okkur. Og hugsið ykkur, við erum stundum í kringumstæðum og við bara, Drottinn, ætlar að gera út af mig. Drottinn, ég er bara næstu í dáin hérna, það er allir á móti mér. Drottinn, ertu búin að gleyma mér? Drottinn, af hverju ég? Manstu ekki hvað ég er búin að vera góð og stillt alveg frá því ég var bara lítið barn? Ég hef sagt þetta nokkur sinnum við Drottinn. En vitið hvað hann er að gera? Hann er að hjálpa þér að fljúga. Hann er að gera það sem að gera þarf til þess að þú takir á loft og fljúir sjálfur. Því að þú er kallað til þess að fljúga. Guð notar óþægilegar kringumstæður til þess að fá okkur út úr hreiðrinu, til þess að fá okkur til þess að fljúga. Og við höldum stundum að það sé einhver refsing frá Guði, þvert á móti. Guð notar óþægilegar kringumstæður til þess að fá okkur til þess að fljúga. Því hann veit að þú hefur eðlið í þér. Því að þú ert örn. Og vinni, það er ekki hægt að kenna örnum að fljúga öðruvísi en að fara í gegnum svona prósess. Þannig að Guð vill kenna þér að fljúga. Og vinni, allt í einu þegar Arnar mamman fer að taka á loft aftur með ungan á bakinu og hún vippar honum svona af sér. Allt í einu kikkar inn eðlið. Arnar eðlið. Og unginn fer allt í einu að breiða út vængi sína og hann fer að fljúga. Því hann er kallaður til að fljúga. Eðlið er í þér. Það er ekki út af því að þú er svo klár og svo frábær og þú veist allt best. Nei, þetta er eðlið sem að Guð gefur okkur. Þetta er eðlið sem að þú færð þegar þú ert nýsköpun í Kristi. Þetta er eðlið sem hann hefur gefið þér. Og vinir, allt og margir í kristnum skilningi er alltaf í bara þessu öryggis. Þau skilja ekki ferlið. Og þau treyst ekki Guði nóg mikið fyrir því. En eðlið er gefið þér af Guði til þess að fara að fljúga á vængjum sem örn. Að þú hlaupir og þú lýist ekki. Og það er eðlið sem hann vill gefa okkur í kristna lífinu. Við að vera öðruvísi en annað fólk. Má ég heyra amen? Halleluja. Og þetta er það sem hann gerði við Hebreana þegar hann tók það út úr Egyptalandi. Þú ert kallaður til þess að fljúga. Mér langar til þess að ljúka á þessu versi sem við tókum í byrjun. Hann veitur kraftinum þreyta og þróttlausum eigur hann mátt. Ungi menn þreytast og lýjast og æskumenn hnjóta og falla. En þeir sem vona á Drottinn fá nýjan kraft. Þeir fljúfa vængjum sem ernir, þeir hlaupa og lýjast ekki. Þeir ganga og þreytast ekki. Mér langar að benda ykkur á eitt hérna í þessu versi og það er þetta að vona á Drottinn. Og ég ákvað að skoða þetta í hebreskunum því að þetta er náttúrulega texti sem var upprunalega hebresku texti. Og hebresku orðið fyrir að vona á Drottinn þýðir kave. Og það þýðir að treysta. Það þýðir að horfa fram á við. Það þýðir líka, hlustu á þetta, að vera samofin. Að vera samofin. Og mér langar að spyrja hér í dag. Ertu samofin Guði? Er Guð bjarg þitt?
Hvert hleypuru þegar streitan kemur? Hvað gerur þegar sorgin bankar upp á? Nákvæmlega. Hvernig bregstu við þegar vinir hverfa á braut? Hvað gerur þegar áföll dynja á? Og vinir, ég er búin að fara í nokkra hluti hér í dag. Þú hleypur inn í nafn Drottins. Því að nafn Drottins er sterkur törn. Nafnið er sterkur törn. Þangað hleypur hinn réttláti og hann er óhultur. Vinir, þegar þú leyfir Guði að taka stjórnina, þú er samofinn Kristi. Þá færðu nýjan kraft. Þú horfir öðruvísi á umhverfið þitt. Þú ert í þessum heimi en þú ert ekki af þessum heimi. Þú hegðar þér ekki eftir öld þessari. Þú tekur háttaskiptum með endurnýjung. Þú tekur háttaskiptum með endurnýjung. Ég ætla að segja þetta aftur. Þú tekur háttaskiptum með endurnýjung hugarfarsins. Ef þú ætlar að reyna hver er vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna, þá þarftu að hugsa öðruvísi. Þú þarft að bregðast öðruvísi við kringumstæðunum. Þú þarft að leyfa Guð að gefa þér nýjan kraft. Þú þarft að vera samofinn. Samofinn. Akkurat, rísum á fætur.